Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komiði sæl og blessuð. Hér næstu klukkustundina eða svo ætlum við að ræða stöðu fjölmiðlunar og fréttamennsku. Við ætlum að velta fyrir okkur endurkjöri Trump á upplýsingar og við ætlum að skoða aðstæður fjölmiðla hérna heima fyrir, samband stjórnmála og fréttamennsku og velta því upp hvort nú eru erfiðari tímar fyrir blaðamennskuna en dálítið skeið. Nú, viðmælendur mínir hér eru á ýmsum aldri og koma svona, eru með sumpart ólíka reynslu. Jón Ferdinand Esterason, þú ert okkar yngstur. Hvað ertu, 33 ára gamall? Já, ég er svona sjaldséður úlingur í blaðamennsku. Já, það hefur svolítið vantað sko, nýliðun hefur manni fundist og maður hefur heyrt að jafnaldra þínu þeir leiti miklu meira í almannatengsl heldur en blaðamennsku. Já, það virðist vera einhvern veginn beinni leið möguleg þar heldur en áður og offrambóða þeim störfum hjá hinu opinbera og fyrirtækjum núna, þannig að það er bara auðveldara heldur en að harka þetta í blaðamennskunni sko. Já, en þú ert svona harkari frílansblaðamaður, þú er unnið á Heimildinni, þú er verið hér á Samstöðinni og hérna, þinn draumur er að lifa blaðamennsku, ekki satt? Já, bara svona að geta rannsakað samfélagi sko, hvort sem það er akademískt, blaðamennsku, sjálfstæðsstarfandi, hvað svo sem það er. Sagnfræði grunnur. Já, það er til, því miður. Það er svona minn djöfull að draga sko. Já. Og Anna Gunnhildur Gunnarsdóttir. Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir. Fyrirgefðu, ég meinti það. Hérna, áður en ég bókaði þig, þá vissi ég ekki að þú ættir afmæli. Já. Og mér finnst ég bara þurfa að nefna það hér við þetta rauða borð. Já, óskum við til hamingju. Já, til hamingju með afmælið. Takk fyrir hamingju með daginn. Ég er rosalega ánægð með þetta. Það hefði nú verið alveg lágmarkið að ég færi rétt með nafnið þig. En svona getur þetta verið. En ég er einmitt eina af þessum sem hefur færst úr blaðamennsku í almannatengsl og verið svona, ég sveiflast svona á milli, bæði verið í blaðamennskunni og færið svo í almannatengslinu aftur í blaðamennsku og svo í almannatengsl. Ég hef vel gert þetta samhliða sem er nú eiginlega sér íslenskt. Hvort er nú skemmtilegar að vera blaðamaður eða almannatengill? Ég hef nú oft lýst þess að þetta er pínu, þetta er sami fótboltaleikur og það er náttúrulega sömu grunnreglu sem gilda en þetta er eiginlega eins og að vera sóknarmaður sem blaðamaður eða í vörn í almannatengslunum og það er náttúrulega skemmtilegar að skora. Þetta fannst mér rómantísk líking að þér. Já, er það góð. Guðmundur Gunnarsson, við þekkjumst nú frá fornri tíð. Við vorum lengi í blaðamennskunni fyrir norðan. Þú varst fréttamaður á Ríkisútvarpinu á Akureyri og komst svo hingað suður. Þú hefur verið ritstjóri markaðarins á Fréttablaðinu. Fyrstu sjónvars og viðar sko. Akkurat sko. Meðan blaðamennskunni naut við. En ert núna komin yfir í hvað? Starfsmannahóp Viðreisnar? Já, ég er framkvæmdastjóri þingflokks Viðreisnar. Já, akkurat. Ákveðin miðlun sem að fer fram þar líka þó hún sé sannlega undir einhverjum merkjum. Já, þetta er einmitt þessi sveifla sem að verður í fjölmiðlunum og þú ert í annarkvort blaðamaður og svo jafnvel ferð út í pólitíkin eða almannatengslina og svo eru leiðir tilbaka líka. Sem er nú kannski ekki endilega alltaf æskilegt en hefur oftast gengið vel hér. En þið tvö með mikla reynslu en samt sennilega er þú nú enn reyndari Gunnar Smári Egilsson. Ég nýt þess bara að vera eldri. Já, þú nýtir þess og þú hefur marga fjörna sopið í fjölmiðlun. Ég var eitthvað að því að voru að nefna aldur og Jón Ferdinand var úlingur. Ég man ekki hvað ég var gamall þegar ég byrjaði í blaðamennsku. Ég held ég að verið samt ekkert ungur, ég held að það ekkert verið þótt ungt á þeim tíma sko, ég var 24 líklega. Já. Og það var óvart og löngsaga sem ég ekki að segja hér, en ég var mjög heillaður að þessu á ýmsum ástæðum og kannski fyrst og fremst þar sem að kannski Jón Ferdinand er að vísa til að þetta er svona tækifæri til þess að rannsaka samfélagið. Maður fær svona, ég stundur sagt að við yngri blaðamenn að maður fær svona lykil af samfélaginu sem að maður getur notað. Ég get hringt í þig og spurt bara allt í nafni þess að ég sé blaðamaður en ég get það ekki sem bara ég. Það er bara að skella á mig eða klaga mig eða eitthvað.
og það er það sem að ég heillaði það og það er oft skellt á blaðamenn samt sko. Jú, en þú veist maður, maður getur og maður hittir fólk líka á hvað tengslanlegt sem fylgir alls konar á sigurstundum og sorgarstundum og þannig að maður, þetta er ótrúlegt svona forréttindi að fá að vera blaðamaður sem að, og ég náði mér aldrei og var að hugsa, þú veist, ég var náttúrulega formaður S.A.A. einsunni og notaði sko blaðamennsku svona, kannski var það PR-mennska, ég veit það ekki. Þú bóðar að við myndum ræða Trump 2016 þegar hann var kosinn. Að þá var ég, man ekki hvað ég var staddur í lífinu, en ég upplifði það svona að allir blaðamenn hljóta núna að velta fyrir sig býtu hvað gerðist eiginlega og ég las svolítið svona bandaríska blaðamenn og það hefur orðið svona, þeir voru náttúrulega margir að hrekjast bara út úr svona kirkjónum, út úr stóru blöðunum sem að voru að draga saman seglinn og fjölmiðlarnir í mikilli varnarbaráttu og minna rými fyrir svona, sem við stundum kalla svona rannsóknarblaðamennsku, svona sem er kannski ekki alveg rétt, þetta er bara svona blaðamennska sem er á sjónarhorni almennings, ég myndi kalla þetta bara svona lýðræðisvædda blaðamennsku sem að reis upp kannski á 7. og 7. áratugnum í okkar heimi bara út af vexti blaðan og það er önnur saga sem ég hlýtt að horfa í. En ég upplifði kjör hans svona eins og dómkirkjunnar væru bara hundar og við sem blaðamenn yrðum eiginlega bara endurskoða hver við værum, bæði svona persónulega og líka hvað fjölmiðlarnir getur gert að kirkjurnar eru farnar sko og það mun aldrei koma aftur. Predikunarstóllinn sem okkur var eiginlega gefinn, hann er ekki svo samur og það er ekki þannig að við lifum í samfélagi þar sem að sé ykkur ein miðji og allir sættist á það. Þannig að við þurfum einhvern veginn að finna út hvað við maður gerir í blaðamennsku og margir af þessum bandaríkjamönnum sem að orðu þetta svona næstu eins og nú ferum maður bara upp í Greyhound og keyrir bara eitthvað út í og finnur aftur jarðsamband við því að við á austurströndinni eitthvað, við erum bara ekki í tengslu við þessa þjóð sko. Þetta kom fólki svo óvart og hvað var sem að dreif lýðræðið áfram að þau fóru þangað. Ég hugsaði þetta svolítið öðruvísi og hugsaði þessi svo, þessi svona hugmynd og ég hef búin að vera í því í mann ekki hvað mörg ár svona reyna að breyta samfélaginu með því að kasta inn upplýsingum, upplýsingar og þetta hefur aldrei virkað sko því að það er bara völdin í samfélaginu er í höndunum á einhverjum sem er bara að fara með upplýsingar eins og þau vilja þannig að svona tveimur mánuði seinna að þá breytti ég síðu sem ég var með á Facebook og kallaði hana Sólstaflokkur Íslands og þannig að það var eiginlega svona ákvörðun að blaðamaður sem ætlar að fara og vera bara með öðruvísi stöðu, nota fjölmiðlana eða blaðamennskuna, en vera með svona annað erindi heldur en að þykjast að vera hlutlaus í samfélagi sem að býður ekki upp á það. Því að þú ert hlutlaus í samfélagi þar sem að völdin eru í höndum svona tiltekinna valdast þetta, þá ertu náttúrulega ekki hlutlaus, þá ertu bara að þjóna valdinu. Já. Þannig að er þá Trump ákveðin örlega valdur í... Já, því að nefndi dánan, það var ég, þú veist að því að ég var frammi að sinna svolítið öðru og ég fór að hugsa aldur þegar hann var að tala og svo nefndi ykkur Trump og þannig að ég var eiginlega bara að búa til þetta samhengi núna. Já, þetta er áhugavert. Sko, ef við flettum upp skilgreiningum á blaðamennsku, hvernig hún hafi hafist, þá eru margar heimildir sem að telja að fyrstu merkin blaðamennsku séu frá 59 fyrir Krist á meðal Rómverja og þá voru menn fyrst í því kerfisbundið að taka svona búta á ræðum sem að höfðingjarnir fluttu í Róm og þeir hengdu upp svona helstinn úr ræðunum á torgum, upp á vegg, á fjölmennum stöðum og þetta var svona einhvers konar ritstýring og einhvers konar val á efni sem þarna var hengt upp. Ansi langt síðan það var mjög margir íslenski blaðamenn, þeir tala gullöld blaðamennskunar fyrir svona 20, 30, 40 árum. Þá hefur hún átt stað. Til dæmis Sigmundur Ernir, sá reyndi maður, hann skrifaði bók blaðamennsku sem kom út í fyrra og hann talar og hann talar gullöld blaðamennskunar og þá er verið að tala sko þegar fjölmiðlum var að fjölga þegar Stöð 2 kemur og veitir RÚV samkeppni og koma frjálsar útvarpsstöðvar. Það eru mörg hundruð blaðamenn
að störfum í ólíkum miðlum. Þessi maður þarna, Gunnar Smári, hann bjóð til nokkra þeirra. Ég var að vinna á NFS, þar sem var verið að sko búa til fréttir og miðla þeim út allan sólarhringinn, stórkostlega gaman, allir hérna mjög þreytir á þeim tíma en óbúslega spennandi. En sko blaðamennskan hefur verið, þú talar sóknabolta, en það má kannski segja að annarkvort hafi starfsaðstæður blaðamennskunar leitt til þess að það er svona fleiri að spila vörn núna, finnst mér, innan blaðamennskunar heldur en sókn. Og svo hefur svona þessi hefðbundna blaðamennska eins og Gunnar Smári er að tala þetta með sko hlutleysið að hérna hér á landi finnst mér, ég sjá þess merki að þessi polariseraðri fjölmiðlun núna heldur en var kannski einhverju skötulíki, kannski var þetta alltaf polariserað en menn eru svona allar búin að kasta grímunni töluvert mikið sem er kannski ágætt. Þannig að mér langar til þess að fá einhver aðeins til þess að ræða þetta en áður en við förum þangað þá sko bara í dag berast fregnir af því og fyrrverandi þingmenn að tala það að Instagram sé hérna komið með ritskoðun bara síðan Trump er endurkjörinn í gær, menn sjá bara merki, bara hnignandi merki bara á einum sólarhring og við vitum náttúrulega hérna, þið þekkið þessa umræðu með bjögun upplýsinga á samfélagsmiðlunum, við vitum að Facebook er ekki lengur, Meta er ekki lengur með fact-check eins og var að gera og við vitum það að það hefur ekki farið vel fyrir sjálfstæðum fjölmiðlum sem að hafa veitt Trump aðhald. Hann bara, þú veist, hann bara aðeins endurkomu Trump á forstastóli og hvað það þýðir. Ef við byrjum á þér, Jón Ferdinand. Já, það var svolítið áberandi á innsetningar athöfninni. Myndir að fara mjög víða, held ég að vera fyrsta bekk, þar er Elon Musk, forstjóri Google sem ég man ekki lengur hvað heitir, en hlið hans Jeff Bezos og svo Mark Zuckerberg, Meta eigandinn. Allir helstu mógúlar nýja einokunar markaðarins sem eru samfélagsmiðlarnir, einokun samfélagstorgana í rauninni. Þeir eru allir fremstur á bekk. Af hverju? Jú, af því að þeir sjá tækifæri í Trump til þess að liðka fyrir sínum fyrirtækjum og til þess að gera það þá daraði þeir náttúrulega bara beint við hann. Zuckerberg tilkynir stuttu fyrir innsetningar athöfnina. Hann náttúrulega bara fara aftur í rætur Facebook eins og hann orðaði það, sem er í rauninni bara það að aflétta öllum svona fact-checker staðrenda vaktar fyrirbærum. Og hverjum kemur það vel? Já, og það sem fylgir með því nefnilega, sko, þetta er undir rós, það segir þetta er náttúrulega, við ætlum að leiða aftur málfrelsið, en það sem að kemur svo í ljós í mörgum eins og skilmálum sem voru kynntir fyrir starfsmönnum Meta að það er alls konar hatursorðræða sem að má aftur deila á Facebook og það er í rauninni bara mjög augljóslega bersýnilega gert til þess að sko smjaðra fyrir Trump sko, sem er náttúrulega sannfæranlegur þegar maður svona strýkur honum eftir rétta háralaginu sem er náttúrulega fyrir það fyrsta áhugjefni upp á bara áþjóðastjórnmálin sko, eða þú veist, allir sem að hrósonum, þeir fá bara svona eitthvað punkt í dálkinn fyrir að vera, aðdáendur. Ég ætla allar að tala að hárlínan á honum var áhugjefni. Já, ég meina, það er eitthvað svona pönn í þessu sem að má fara með sko, en þarna er vandinn sko að þetta hefur alltaf verið rétt, það er bein lína á milli þeirra sem eiga fjármagnið og þeirra sem að sitja við völd, það er bara lobbyistar og hagsmunasamtök og allt þetta sem við vitum bara frá fornri tíð. En þetta er held ég orðið bara naktara og grímulausara í dag og það sem Trump sýnir eiginlega bara langmest sko. Já, ég held bara að athygli fólks er komin svo víða og að því varst að tala að blaðamenn væri ekki endilega lengur í sókn. Jú, þessi eini sem er eftir, þetta er svolítið svoleiðis, hann er að hlaupa þarna en hann nær orðið svo lítilli athygli. Það er bara upplýsingar flæða út allt og þú gerður enga grein fyrir hvað er rétt, hvað er rangt og svo er blaðamaðurinn hefur það lítinn tíma sem að hleypur að hann veit ekki hvort hann á að skora með vinstri að hægri eða hvernig eða hvað hann á að nota og þannig að það verður allt svo blörrað og þú treystir engu þegar þú ert sem lesandi, þú veist ekki hvað þú ert með í höndunum, hvort það sé sannindi í því sem þú lest eða hvort þetta sé bara unnið að gervigreind eða hvernig og í þessu andrúmi sem er núna og þetta er náttúrulega búið að þróast í ekki langan tíma, kannski 15 ár bara með samfélagsmiðlum, þar sem að maður einhvern veginn
veit að bara fjölskyldan sest ekkit í sama sófan til þess að horfa á sama efnið og við fylgjum ekki endilega eftir einni og sömu fréttinni heldur eru bara allir að horfa á eitthvað að þá svo mikið upplýsingaóreiða að Trump nær bara koma upp í þessu og flikja fólki á bakvið það bara, getum við haft 2 kyn? Já. Getum við bara sleppt þessu loftslags? Já. Getum við aftur sett bensín á bílinn okkar? Já, takk. Þú veist, fólk bara, getum við fengið bara einfaldleikan sem við þekktum. Af því að fólk skilur ekki alveg veruleikun og fjölmiðlarnir eiginlega bara svona... Olían okkar fljótandi gull, sagðan í gær og sko, hann að taka áratugi núna Já, hann bara að sparka okkur aftur í eitthvað þar sem við skildum en í rauninni það bara þessi óróleiki fólki að það skilur ekki alveg hvernig samfélagi á að þróast og hvernig við eigum að halda í gildin okkar og síðan þannig að við þurfum að fara aftur til þess að komast aftur fram og að fara aftur bara ótrúlega bara ógnvekjandi fyrir marga aðalega mörg ekki svo kannski fyrir alla kalla þeir skilja hvað hlutverk þeir og svo það verður svona 2 kyn og þitt hlutverk gjör svo vel og það svona verið að setja okkur aftur í skiljanlegt form fyrir massan. Já, heldurðu líka að það hafi ekki áhrif á viðhorf almennings til okkar sem þó eru ennþá eftir sem blaðamenn í stéttinni hvað sko ráðamenn eins og Trump hafa grafið rosalega undan hlutverki blaðamenn? Jú, og hann talar af almennri skynsemi sem að ekki endilega almenn skynsemi og hann notar bara afl sitt til þess að grafa undan og maður hugsa, það væri bara flott eða það væri ekki ritskoðun en þá gleymist að undir niður einhver algoritmi þannig að maður bara bara eins og einhver trjónuhestur sem maður sér bara eitthvað smá punkt og svo maður bara leitur áfram þennan veg sko. Þannig að maður fær bara það sama fyrir sig Þín sjónarmið þetta, Guðmundur? Já, ég sko varandi þetta Trump sko fyrir að fyrsta, mér finnst það dálítið átaka að fylgjast með þessu og reyna að halda þræði í fyrsta lagi vegna þess að ég persónulega hef afskaplega lítinn áhuga á Bandaríkjunum og bandarískri menningu, mér finnst bandarískri menning ekkert sérstaklega áhugaverð, hún kemist sennilega ekki á topp 80 lista yfir áhugaverðstu lönd í heiminum ef ég ætti að raða því upp en hina röndina að því að þetta náttúrulega valda mesta embætti í heiminum líklegast eitt af þeim allavega og þarna einhvern veginn það sem að gerast þarna bara eins og þetta horfið mér þarna bara virkur í athugasemdum holdkerfingur þess að vera virkur í athugasemdum orðin valdamesti maður í heimi og með allt sem að því fylgir það finnst mér eitthvað sem ég verð að vera meðvitaður og fylgjast með en í hinaröndina þá svona, ég veit ekki alveg hvert þetta að fara að leiða okkur eða hversu ógnvekjandi þetta Já, ég skil að allt sem hann segir sem yfirleitt svona eitthvað svona galgópaháttur eins og virkir í athugasemdum en svo kannski hvað á bakvið það, þú veist, hvað á bakvið allar þessar Grænlands yfirlýsingar þetta einfallega til þess að hreyfa við okkur til þess að fá okkur til þess að nálgast hlutin á annan hátt eða eru gjörðir hérna bakvið ég næ einhvern veginn aldrei að átta mig almennilega á því með þessa fígúru, þetta náttúrulega ekkert annað en fígúra, eitthvað starf á baku fígúruna maður hvort að þetta bara eitthvað svona til þess að þyrla upp riki, til þess að fá á stað einhverja umræðu, til að færa einhverja víglínur eða hvort að þessu fylgja gjörðir og við tölum til dæmis núna þessi yfirvofandi tollastríð sem hann hefur verið að boða og hann segir alltaf eitthvað hér en gjörðirnar eru síðan alltaf aðeins aftar hann strax aðeins farin að draga í land með boða tollastríð eða loka einhverjum landamærum eða draga einhverja víglínur hann segir alltaf aðeins meira heldur en að gjörðirna síðan bera vitni sem að fylgja á eftir þannig ég næ ekki alveg einhvern veginn taki á þessu þetta svolítið líka í allir þessari upplýsingaóreiðu og hvernig samskipti hvernig miðlarnir í dag þá finnst mér erfitt einhvern veginn að ná taki á því hvað á hverju á ég að taka mark hvað þýðir þetta raunverulega eins og bara alltaf með upplýsingar sem maður fær hvað þýðir þetta raunverulega en svona varðandi bara bandari stjórnmál og Trump yfir heildina þá finnst mér þetta bara þetta svona sjónvarpsþáttur sem ég hef ekki áhuga á en mér finnst ég þurfa að horfa á hann að þetta ekki sjónvarpsþáttur að þetta raunveruleiki og þetta eru alþjóðastjórnmál hann mun væntanlega hafa áhrif og líði þessi sjónvarpsþáttur það nefnilega málið sko og þar með þetta orðið miklu meira heldur en einhver sjónvarpsþáttur og ég held bara að bara í geopólitík að þá einhvern veginn held ég þetta bara svolítið útbreidd tilfinning maður heyri bara hvernig leiðtogar í Evrópu tala veit engin almennilega hvernig þau eiga hvort þau eiga að sitja eða standa eða hvort þau eiga
halda panikfundi eða hvort þau að ráða ráðum sínum, hafa áhyggjur eða sjá í þessu tækifæri. Það er óbúslega mikil óvissa í geopólitíkinni út af þessari stöðu að það veit engin nákvæmlega hvernig þeir eiga að ná taki á þessari fígúru. Nei, af því líka að þegar við hugsum lönd og svona, þá erum við með eitthvað sameiginlegan skilning á því hver á land og annað og það að segja einhver 60.000 grænlendingar eigi bara þarna stærðar en að flykkja af landi. Það er náttúrulega ótrúlega hugsun en við erum svo sammála að það sé staðan og þannig að þegar einhver kemur og segist bara alltaf taka þetta, þeir geta aldrei varist og þá kemur upp þetta óöryggi hjá fólki og ef að þetta land er bara tekið svona undir verndarvæng Bandaríkjanna, hvað þá með næsta land og næsta og þá hvernig er í rauninni samfélagsmyndin þegar fólk er ekki lengur sammála. Náttúrulega taka fram að, ég meina, ef hann fær að taka Grænland þá er náttúrulega bara mjög einfalt hvað er næsta landi á listanum, það er Ísland, sko. Já. Ekkert endilega að við þurfum endilega að hafa ágjörði en spurningin er bara við erum eins og dansku prófessor sagði í viðtali ósökkvandi flugmóðurskip fyrir Bandaríkin þannig að þú veist, ef við viljum hafa eitthvað sjálfstæðastefnu í utanríkismálum þá er það bara stendur það ekki til boða á valdatíð Trumps. Já, en þarna á ég svo erfitt með að setja fingurinn á, sko. Er verið að færa þarna einhverja hugsunarvílínu að þetta sé gerlegt hvað þýðir það og hver á land, hvernig myndi það gerast, fá önnur nágrannlönd til að hugsa þetta öðruvísi, fá grænlendinga til að velta fyrir sér sambandi þeirra við Danmörku í gegnum tíðina. Er það tilgangurinn? Eða er eitthvað raunverulegt aðgerðaplan hann á bakvið? Eða er það bara til þess að hrista okkur? Mér langar að segja, ég skil Trump ágætlega. Hann tjáir sig, þetta heitir að hugsa uppátt. Framheilagskaði kannski? Nei, þetta er bara, ég noti þetta oft, ég er kannski með framheilagskala, maður er kannski að vinna með eitthvað svona hópi fólks og maður segir svona, já kannski, við ættum kannski stefna að því að taka upp svona fréttir samstöðinni og þá er ég bara að fylgjast með því, sko, hvernig hann tekur undir það og ég er að reyna að meta það, erum við með hóp sem að væri raunverulega hefði vilja til þess að gera þetta eða er ég að tala fyrir daufu eyrum og þannig að maður er bara á svæði sem að gæti orðið og það er bara rosa stórt svæði sem gæti orðið. Og þetta ræðst svolítið af viðbrögðum, sko, hópsins að nú ef það er ekki stemmingi hópnu fyrir að byrja með fréttir og samstöði þá kannski snúið okkur öðru og Svo sáfullt af fræjum og sjá hvort þau spretti. Og ég mann eftir einu manni í sögunni sem var með svona, ég meina auðvitað er Þýskaland og Austurríki sama landi, það er bara fáralt að sé sikkur landinu og hann pröfaði þetta og hann fekk svona góðan hljómgrunn með það og hvað með þjóðverjana í Súdeta hér á honum, ættu þeir ekki að tilir okkur og þeir þurfum ekki að fá svona lífsrými og gengur það að við séum með gyðinga sem blóðmjólka samfélagið okkar og svo bara hélt hann áfram og þannig að atriðið í þessu er það kannski ekki þessi randarinn sem er að hugsa upp átt og kanna hvað hann getur farið með og hvert viljin er. Hann er náttúrulega að kanna það. Ef það er vilji hjá Bandaríkjamönnum að taka Grænland, þá tekur hann Grænland. Og ef það er ekki nógu mikil andstaði á þeim sem að vilja ekki að taka Grænland, þá mun hann ekki taka Grænland. Þannig ég held að við ættum að hugsa frekar að þú veist, hvernig eru við í viðbröðunum við þessu? Við bregðumst við eitthvað við þessu eða eru við bara linnulausri svona undanlátssemi og allt í einu bara verið þetta vera svona normal að auðvitað á Austurríki og Þýskaland bara vera sama landið? Hvaða rugl er þetta? Sko, þetta er sama þjóðin. En því veikara sem fjórða valdið er og því háðara sem að fjórða valdið er einhvers konar peningavaldi, því náttúrulega auðveldara verða illvirki brotinna manna, ekki satt. Já, þá kemur að því, sko, hvernig stöndum við okkur og það þú varst með svona margliða spurningu sem var að hvernig fjölmiðlinn hafi veikst. Já. Varðandi þetta með 2016 og að við erum að finna eitthvað nýja rætur og endurskoða okkur hvað við erum sem blaðamenn. Að þá upplýði þetta þannig að það sem að ég bara óvart datt inn í og það var út af kynslunum sem voru undan að það var það sem ég myndi vilja kalla sko lýðræðisvæðing fjölmiðlana tengist samfélagsbreytingar sem átti sér stað á 5. og 7. áratugnum og svona miklum fólksflutningum inn í borgirna sem að styrktu sko blöðin, sjónvarpi var að verða til og það voru takmarkað dreifigeta á því þannig að þetta urðu að vera ríkisstöðvar í Bandaríkjunum úthlutað með kvöðum það yrði að vera fréttir og samfélagsleg þjónusta. Þetta var líka á tímum stjórnmálana þar sem að við vorum á einhver svona húmanísku tímabili þannig að
jafnvel átt þetta væri einkafyrirtæki þá upplöðu þau og yrðu að axla sko borgarlega skyldur með því að reka óháðar fréttastöðar. Þetta bara algjör tilviljun tímans að þetta fyrirbrigði verður til sem ég kalla þess að svona dómkirkjur sem enda með því að svona hugmyndin að við getum staðið eitthvað starf og sagt sannlega segi yður í fréttum með þetta helst og við séum öll einhvern veginn á sama linnulausa þjóðfundinum með það markmið að byggja upp öflugt samfélag sem að mun auka jöfnuð og auka réttindi allra. Svo hrundi þetta, meðal annars út af tæknilegum ástæðum, meðal annars út af því að þetta fór bara úr tísku og við vildum frekar styðja hinn ríka til þess að trúa því að hann ætti að veita okkur forsjón eða þessast fórustu það hvernig samfélag við ætlum að búa til og lýðræðis vettvangurinn varð ekki vinsæll og þetta hrundi. Þetta er kannski bara 40 ára tímabil á Íslandi, þetta er kannski svona í Bretlandi og Bandaríkjunum kannski 50-60 ára tímabil, en þetta er bara farið og þá hugsaði ég, hvernig var blaðamennskan þarna undan? Ég meina við vorum til áður þannig að þú veist áður að þetta förðulega tímabil kom kannski eru svörin hvernig við eigum að hegða okkur þar frekar heldur að standa alltaf og vera óska eftir því að dómkirkjan fæðist aftur því að hún mun aldrei fæðist aftur og við erum í einhver svona glundróða og þess sem er ágætt að geta komið þessa líkingu á milli Rantsis í Hitler og Rantsis í Trump og þetta eru bara menn sem munu sigra í einhverjum svona glundróða upplýsingaheimi sem ég er ekki með lausnina á þessu sko. Nei, við erum í vanda sko. Ég var á málþingi daginn stöðu fréttamennskunar. Málfrelsi er svona sjálfsprottin grasrótarsamtök sem stóðu fyrir þessari ráðstefnu. Þar var fólk sem raunverulega bar saman tímana tvenna þegar hér voru til dæmis pólitísku blöðin og töldu að það hefði verið skárri tímar að sérst einhverjum fyrir þá sem gátu lesið Tímann, Þjóðviljan, Alþýðublaðið og Moggann allt á sama deginum, fekk 4 útgáfur af veruleikanum og gat svo safnað því saman í einhverja sæmilega mynd af einhverju sem við getum kallað raunveruleika. Þegar menn eru sko komnir með þessa nostalgíu þá náttúrulega líður mörgum ansi illa og sko Smári, þegar þú tala með þeim hætti sem þú gerir þá við getum samt ekki sko annað en minnst þeirra tíma þegar áskriftarvald almennings var töluvert mikið þegar það voru sko peningar á bakvið áskriftina. Ég vil leita þetta því að ég fór í það að reka fjölmiðla og þurfti raunverulega að reyna að skilja svona hvernig hjólin virkuðu. Viltu leiðrétta þetta? Já, menn sko hvert áskriftarvaldi var raunverulega og við skulum bara taka íslensku söguna og við vitum það að New York Times á New York, Washington Post á Washington og þeir eru ekki bara það blað heldur eiga vikublöðin og þeir eru meiri segja sko sjónvarpsdagskrárnar sem eru dreifðar út í úthverfin sko. Aftenpostin á Oslo og þar fyrir göttunum og þetta gerist með þeim hætti að það er auglýsingamarkaður sem drífur þetta áfram og þess vegna skiptir svolítið máli þessi fólksflutninga til borgarna úr sveitunum á þessu tímabili þess að þá flykkist fólk inn og blöðin á þessu tíma voru að sömuleyti eins og guideline hvernig ég á að hegða mér þegar ég kem úr sveitinni, hvað er borgin, hversum samfélagið er að fara inn í og líka út af þegar fólk er að vinna sig upp stéttir þar sem kemur sko stóru kynslóðirna sem að fara úr svona lágstéttum yfir í eins svona millistétt þetta eru yfirleitt svona bara guidelines það hvernig lífið á að vera hvað ég á að horfa, hvað skoðanir ég á að hafa hvernig ég á að klæða mig og hvað ég hafi matinn og guð má þetta hvað ekki. Þannig að þetta ýtir undir þetta og það sem að gerist að því að það eru auglýsingamarkaður þessi Mogginn á gullaldartíma sínum að þá var það kannski áskrifendur sem skilur kannski 30% af tekjunum. Hitt komið frá auglýsingunum og í auglýsingunum þannig að við erum í samkeppni með húsgagnaverslun og ef að þú auglýsir á honum sem er með 100 lesendur en ég auglýsi henni fyrir helmingnum að verðinu með 70 afskrifundur að þótt að ég fái sko helmingi lægri verð fyrir auglýsinguna og hver augu eru sko ódýrari á henni að það leiðir til þess að þú stækkar alltaf markaðshlutinn þín og ég tapa. Þannig að allir verða að auglýsa hjá því stæðsta og allt í einu verður Mogginn yfirráðandi staða og þetta gerist ekki af því að Styrmir og Matti hafi breytt blaðinu og gert að blaðaldra landsmanna. Þetta gerðist út af þessu. Allt í einu voru Mogginn komin með svo miklar auglýsingatekjur að þeir gátu veitt betri þjónustu fyrir lægra verð til áskrifenda og voru allt í einu komin með alla í salinn og fóru að tala blaðaldra landsmanna. Þetta voru ekki bara þröngir hægri menn sem að voru
voru í salnum og þess vegna breytti aðstæðunar mokkanum en ekki það að mokkin hafi einhvern veginn orðið svo vinsæll að lesendur hafi kosið mokkan sérstaklega. Þau kusu það bara að því að fær bara miklu fleiri blaðsíður, miklu meiri upplýsingar hvað er að gerast í samfélaginu og þar eftir götunum. En bursið frá því hve mikið vald almennings var, þá voru til peningar sem kynntu undir hjólum einkarekina fjölmiðla opinbert fé samanber stjórnmálaflokkana sem að fengu náttúrulega pening og setti í fjölmiðlun. Við vorum með sem sagt áskriftar pening og það var hægt að ráða hellinga fólki í blaðamennsku fyrir það og svo vorum við auglýsingar og það var hægt að ráða helling af blaðamönnum í vinnu fyrir það. Núna hafa auglýsingarnar féð hér innanlands að með skilst það nálgast 60% sem lekur út fyrir landsteinuna af þeim auglýsingum sem áður hrukku til og voru notaðar í fjölmiðlun innanlands. Þær eru núna komnar á Meta, þær eru komnar á Facebook og Google og þessar erlendu risastóru efnisveitur. Ég var einu sinni upplýsingafulltrúi Umhverfisstofnunar. Það var frekar einfalt fyrir mig að sjá reikningsdæmið ef ég ætlaði að kynna einhverja þjónustu hjá okkur, hvort ég ætlaði að bústa eitthvað á Facebook eða hvort ég ætlaði að borga 300 skall fyrir einhverja auglýsingu í mokkanum. Valdið er almennt. Miklu meiri svörun og það voru reynd að skrifa gagnrýna fréttir það að ríkisstofnun hún ætti að nota innlenda miðla. En allavega, bursið frá því að peningarnir sem eftir eru núna til þess að kynda áfram fjölmiðlun og ég held að Gunnar Smári hafi verið ötulastur að segja ykkur frá því hér á samstöðinni að ekkert alls fyrir löngu var hann einn eða engin almannatengill hefur sagt og blaðamennir voru svona margir og núna eru blaðamennir orðnir opaslega fáir en almannatenglandir bara út allt. Hvað þýðir þessi breyting fyrir samfélagið? Þetta bara svo áhugaverð spurning. Núna ekki síst af því við erum komin með svona mokkan sem er útgerðarmenn, ólígarkar auðvitað er fjölmiðlun polariserar hún er kannski ekkert polariserari en menn eru svona grímulausari svolítið. Hér er pólitísku miðl sem heitir Samstöðin, hann er podcastin eru oft merkt einhverjum svona sérstökum skoðunum, menn tala að Ríkisútvarpið sé alveg handónýtt, fréttastofan þar sé ótrúlega lin og sé ekki að vinna vinnuna sína. Bara ef við hendum þessu öllu á borðið. Já, þetta er náttúrulega mjög margt í einu sem að mér dettur í hug. Aðeins grípa þetta með svolítið langt síðan, þú nefndir þetta en með rómversku sagnarítarana eða fréttarítarana, vildi ég sagt það. Þannig að segja því miður að ég er sagfræðingur. Það er alveg rétt við þér, Þannig eru en þetta afhjúpar svolítið kannski samanburðin, það er til öðruvísi leiðir til þess að vera í fjölmiðlun, mismunandi leiðir. Ég myndi til dæmis aðhyllast leiðina sem þá 400-500 fyrir Krist sem er Heródótus, sagnarítarinn, maður sem fer á staði, tekur viðtal við vitni að atburðum og skrifar það niður, versus sem að mjög mikið af svona meginstraumsmiðlum í dag sem eru rómversku fréttarítararnir. Það er bara einhver sem að tekur við tilkynningu frá valdhöfunum og endurvarpar henni á almannarýmið. Þannig að César var mjög inn í þessu að þegar hann var í stríðunum sínum í Gallíu þá sendi hann svona litla pakka af sögum sem hann skrifaði sjálfur en í þriðju persónu. César fór og hann tók yfir löndin og honum gekk rosalega vel og hann var rosalega snjall. Af því hann vissi að þetta er þess að lesið upp á torgunum og Róm til þess að efla stuðningu sig. Þetta þetta einfaldari heimur og svolítið svona svart og hvít og berseinleira hver spillingin er þarna. Hann skildi list áróðursins, hvað máli hún skildi. Og ég held að við séum ekki, þetta er svolítið erfitt að tala þetta eins og við hafa allt breyst með Trump. Það er stór vatnaskil, vissulega, en við erum líka, við getum alveg fara aftar og tala Íraksstríðið eða og stöðu fjölmiðlunar á þeim tíma og hvernig hún sveiftist bara með línu bandarískra yfirvalda til dæmis. Að það er svolítið langt síðan að fjölmiðlar voru svona að bróðurparti til ekki endilega áróðursmaskinur heldur bara það að þau taka upp það sem að þetta gerist í dag og endurvarpa því bara. Það er ekki þessi analýsering eða greining eða rýning. Og það er svolítið það sem skiptir mig máli að ef við erum að tala fígúrur eins og Trump og aftur að því sem þú varst að segja Guðmundur með
hvað hann að gera? Ég held að hann sé bara svona fullkomnar hamfarir fyrir tímann sem við lifum á, einfaldlega því að hann mjög góður í því að leika á fjölmiðla eins og þeir eru í þessum rómverska fréttaritara stíl. Hann segir bara eitthvað og sér eins og hvernig sem maður var að segja, sér bara hvað límist á veggnum. En fjölmiðlar eru í þeim með þeim hætti að þeir bara endurvarpa það sem hann segir, líka því að það fær smelli og þetta smellibeita og það aftur drifið áfram að auglýsinga hvatanum. Þannig að það í rauninni fjölmiðlar eru bara af þeirri gerð í dag og þetta orðin ákveðin svona hefðbundin viska og ég held að sé ákveðin skóli fjölmiðlunar sem að margir aðhyllast að fjölmiðlar eigi að vera hlutleysir fram í rauðan dauðan. En svo eru sumir hlutir sem eru ekkert það ekkert hægt að vera hlutleys og þetta var hluti eins og umfjöllunum Gaza eða aðra þannig hluti, að eitthvað þjóðamorð og eitthvað stríðsglæpur, það bara hægt að segja það bókstaflega, það staðreyndamiðað. Handtökutilskipun út á Benjamin Netanyahu af alþjóða, hvað þetta, rannsóknar dómstólunum eða hvað þetta en fjölmiðlar láta ennþá eins og Netanyahu sagði í dag að hann ætlar að ganga að samningum og bla 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 eins og hann sé bara eitthvað svona respectable fígúra sem að hægt sé taka marka á. Þannig að það vantar þetta greiningar, analýsiru, gagnrýni í mikið af þessum meginströmsmiðlum og það gripið af samfélagsmiðlum af því að það algjörlega skoðanadrifið og án alla staðar enda, stundum hafa það rétt fyrir sér, stundum ekki, en það ekki motivationið, það bara hvað háværasta skoðunin sem grípur mestu smellina, það það sem að trónur á topnum. Mín skoðun svo að í þessari upplýsingaóreiðu miðri þá sé mjög mikilvægt að eina stofnun á Íslandi sem að fær opinbert fé til þess að greiða úr flækjunum, Ríkisútvarpið bæti mjög í það sem kallað hefur rannsóknarblaðamennsku, gagnrýna blaðamennsku, efli varðhundslutverkið, þótt þau verði umdeilt, það verður bara að hafa það. Á meðan allt eins og það þá ef ég væri hluti af þeirri fréttastofu sem við vorum einu sinni hluti af Guðmundur, þá væri mín dagskipun, við þurfum að herða okkur alveg stórkostlega, einmitt í greiningum og því. En af því að þú varst ritstjóri á einhverju blaði núna fyrir hve lengi? 15 árum. Tíminn flýgur. Þá ertu ekki sammála með það að blaðamennska fag? Jú, á sjálfsögðu. Og þegar okkur fækkar svona óbúslega mikið sem eru í þessu fæi, hvaða áhrif á meðan ykkur, almannatenglunum, fjölgar mjög, hvaða áhrif verða af því fyrir samfélagi? Já, ég held ekki svara því bara fyrir að hafa verið ritstjóri einhvers staðar. Nei. Þetta náttúrulega svo margslungin áhrif en það þarf ekkert marga blaðamenn til þess að gera góða blaðamennsku. Er það ekki? Nei, þú þarf bara góðan blaðamann. Okay. En það bara svo auðvelt að þurfa einhvern veginn að gera magnið frekar held, eða það svo auðvelt að hugsa að þú þurfi magn frekar en gæði. Og ég hef setið í dómnefnd fyrir blaðamannafélagi, gerði það í 10 ár og fram til 23 og maður hélt og bara hugsaði bara og las yfir allar þessar fréttir sem að komi þá á borðið þarna ári og seint þegar maður var að fara yfir þetta það voru bara liðnar og þá sá ég hvað ég upplifði eins og væri engin gæði í íslenskri blaðamennsku, maður væri eitthvað, þetta væri bara allt sokki, þetta væri alltaf Facebook, þetta væri bara einhverjir smellir og svona, en þá eru bara inn á milli ótrúlega flottar greiningar og flott blaðamennska á Íslandi og margt sem í gangi en það næri ekki alltaf eyrum og það ástæðan fyrir þessu sem þú varst að segja áðan með auglýsingatekjurnar og af hverju vildi frekar auglýsa á Facebook að leitar alltaf sem fólkið og fólki ekki alltaf að lesa, það lesa ekki alltaf heimildina þótt að heimildin geri góðar greiningar á mörgu, bara allt og langar oft en og þá bara einhvern veginn nær það ekki alltaf í gegn ekki nema að sé einhver sprengja sem að hinir miðlarnir ná að einhvern veginn sleikja þau upp eins og RÚV að fara inn í málin á auðveldan máta og smetla sér sem að það verður einhver sem að svona nær einhverju massa. Já, ég held að það segja alveg rétt Við getum alltaf að tala styrkjakerfi fjölmiðla á Íslandi í allan dag. Mín skoðun á því svo að kerfi sem að hefur það í rauninni að markmið að gera alla svona sæmilega jafn óhamingjusama með það sé ekkit sérstaklega góð
pæling eða gott kerfi og það held ég að sé reyndin með styrkjakerfið hérna, þetta er svona einhver molla eitthvað svona til þess að hérna, gera eitthvað en samt ekki stíga inn stefnumarkandi skref hvernig þetta á að vera það er bara allir óhamgjusam með þetta fá allir einhverja dropa en það gárar ekkert vatn en svona að því við erum að tala svona bara fjölmiðla almennt og við vorum að tala áðan sko leiðtoga í Bandaríkjunum og forseta Bandaríkjana sem að verið svona hafa það að leiðarljósi að allt var betra í gamla daga það er svona hans mantra, við erum að fara aftur þegar allt var gott bakka aðeins og fara í þegar allt var miklu betra sem var í gamla daga sem er náttúrulega við vitum öll er bara kolröng hugsun, það var ekkert allt betra í gamla daga en þurfi ekki líka fjölmiðlar stundum líka aðeins að horfa í spegilinn og velta því fyrir sér hvernig neytendurnir eða fólkið þarna úti er að neyta upplýsinga því að það breytist líka ofboðslega mikið með hverri kynslóð fólk neytti fjölmiðla eða frétta allt öðruvísi hérna þegar Smári var ungur blaðamaður, þú settir í einhverja stellingar og pínur svona í brýnnar og varst að lesa staðreyndir og fréttir og fá upplýsingar vægi þess og nú erum við komið allar þessa samfélagsmiðla þar sem að drifkrafturinn er ekki þetta að setja sig í stellingar og fá fréttir og upplýsingar drifkrafturinn er afþreying skemmtu mér, styttu mér stundir það er drifkraftur neytandans og samfélagsmiðlum lang flestra, ekki allra en massin fer þarna inn til þess að láta skemmta sér og þá erum við komin í þessa blöndu þar sem að þessi fjölmiðlun og fréttir og fjölmiðlar eru farin að reyna að feta inn í einhvern svona óljósa línur á milli þess að vera að miðla upplýsingum, vera með greiningar, vera með gagnlega blaðamennsku infotainment en samt að þurfa að hafa alla bara vákvæti skemmtilegt sem ég er að lesa og þetta er alveg áskorun að feta þarna á milli og kannski erum við í einhverju millibili þar sem við erum að reyna svona átt okkur á hvernig þessi kraftar geta náð saman en í því umhverfi blómstrar náttúrulega upplýsingaóreiða hafa ekki líka sko skilin á milli faxins blaðamennsku og bara þess sem að fólk út í bæ er að gera á internetinu hafa þau ekki orðið mjög óljós Jú, en blaðamenn hafa líka kannski pínu leifti að gerast og orðið oft stundum pínu sloppi í sínum störfum eða verið að taka Facebook eða græja og eitthvað veit ekki hvort þeir höfðu svo mikið val kannski ekki að þeir bara fáir og það er þetta magn í rauninni þannig að reyna að halda í grunngildin sama hvar þú svo miðlar þú veist, hann er nærða að halda trúveruleikunum en nákvæmlega hvernig það er gert er svo óljóst. Ég held að þetta er eitthvað svona við erum í einhverju svona umróti það sem er verið að reyna að finna eitthvað breiðstræti á milli þessara krafta sko. En þú veist, við vitum náttúrulega öll að auðvitað er þetta ekki, þú veist, ég er ekki að segja það sem við blaðamenn að sakast að þeir hafa einhvern veginn látið þetta gerast eða einhvern veginn tekið svo of alvarlega eða verið of einhvern veginn þungir á brún að því við vitum alveg hvað gerist að þegar að kraftar internetsins koma inn og fara að stýra þessu í gegnum auglýsingar og gegnum smelli við höfum held ég öll unnið á fjölmiðli þar sem að í rauninni þú býrði við þann veruleika og þú veist að tíma þínum er lang best varið gagnvart þeim sem að borga reikningana þín, að borga launið þín í að taka eitthvað sem tekur óbáslega stuttan tíma til þess að skemmta einhver fyrirsögn sem að grípur en hefur rauninni ekkit kannski mikið innihald er ekki að bæta neinum upplýsingu við annað en það hvort að kjóllin sem að þessi kvikmyndastjarna var blár eða grænn og svo kannski verðu einhverju mörgum klukkutímum í einhverja greiningu, eitthvað sem er raunveruleg rannsóknar blaðamennska á bakvið en það í rauninni nær aldrei sömu útbreiðslu og gengur ekki jafn langt í því að borga launin og halda fjölmiðlunum gangandi. Þetta er náttúrulega það er óbúslega erfitt einhvern veginn að vera alvarlegur ígrundaði blaðamör í þessu umhverju sem að kraftarnir eru svo augljóslega á hinni hliðinni. En ef sko fjölmiðlun er svona mikilvæg veið ég vill og svíma Já, við viljum vita, hvað er þú að hugsa hérna á kantinu? Ef fjölmiðlun er svona mikilvæg ef hún er bara eins og heilbrigðiskerfið og það að hafa kennara og allt það því það er alltaf talað af svo miklum svo fjálglegum fjölmiðlun ráðamenn tala alltaf svo fjálglegum fjölmiðlun fjórða valdið hornsteinn lýðræðis gríðarlega mikilvægt að fjölmiðlun sé í lagi Stjórnmálamenn halda alltaf að fjölmiðlar sé í einhverju herferð gegn þeim Nei, sko, Smári fékk 6 milljónir króna ef ég man rétt í fyrra til þess að reka samstöðina. Það var samstöðin sem fékk það sko. Já, ég meina það. Samstöðin fékk 6 milljónir
á sama tíma. Í ár, sko. Já, í ár. En Ríkisútvarpið fær 6 milljarða, 1000 sinnum meira. Þeir sem eru að fylgjast með Smára og félögum hérna á Samstöðinni, þeir bara slaga upp í stundum hérna hlustendafjölda allar Rásar 1 á viku. Þetta geta verið 10.000, það er talað að Samstöðin sé sá fjölmiðill, það sem að merkilegustu hlutirnir eru að gerast. Hvorki hefur nú Ríkisútvarpið fjallað Samstöðina nokkru sinni. Jó, við komum stundum við sögu í lestinni. Já, í lestinni það það eina. Fréttastofan hefur enn látið eins og hér hafa ekki verið opnið útvarpsstöð og hún fær 1000 sinnum meira fé heldur en þetta sjálfsbrotna fyrirtæki. Hvað er eðlilegt við það líka? Ég ætla nú að fá rós ykkur hérna bara að því við vorum að tala bara á kaffistofunni niðri við Austurvöll bara í morgun að þegar að stjórnin sprakk núna fyrir áramót þegar Bjarni sleit stjórninni að þá kemur þessi þorsti upp í okkur fréttafíklunum að vilja fá fullt af talandi hausum til að greina stöðum á hvað sé í gangi og þá voru nú þarna tveir sem við vorum nú alveg hjartalega sammála það að hérna þessi sjónvarpsstöð hafi verið sú sem að skaffaði þeim mest af þessum talandi hausum til þess að greina og velta fyrir sér stöðunum. Það er gaman að heyra og þú áttir einn þingmann sem var til í Geðvíkina leið vegna þess að Smári hringir í mig, ég var að keyra Holtavörðuheiðina á leiðinu frá Mývatnssveit til Reykjavíkur, segir stjórnin er sprungin, við ákveðum að fara strax í beinu útsendingu kvöldið og Sigmar Guðmundsson, hann var til í Tuskið, þetta gammal fréttahaukur sjálfur. Annars hefði hann verið heima að horfa sem. Því að er þetta fag, ég hef aldrei getað svarað því, sko. Því að það er meira í þessu, sko. Það er einhver svona blaðamennskara sem er litið list, sko. Það er framsetningin á þessu og ég held að veri hættulegt ef við ætlum að hætta ef við hættum að hugsa það þannig að þá verður textin okkar bara eins og einhver deildarstjóri í einhverju ráðuneyti að skrifa sko sem við megum alls ekki gera. Það er mikil fagurfræði í þessu. Já, en við erum og þetta er svona ping-pong, þannig þetta er svona samskipti við samfélagið og þetta er kannski ef við myndum horfa á þetta sem fag þá er það bara að búa til fréttir sem fá sem mesta lestur, það er kannski fag en það er ekki blaðamennska, sko. Það er bara einhver þetta er ritlist og þetta er kannski munurinn þarna á milli þetta er munurinn þarna á milli, sko þetta verður ótrúlega flókið, ætlum við að vera með fagleg vinnubrögð og aðferðafræði og öll þurfum að vera háskólamennti í blaðamanna fræði til þess að geta verið blaðamenn, þá erum við fræðasamfélagi. En fræðasamfélagið, þú veist, kannski í einhverjum útópískum heimi ætti að vera að rannsaka samfélagið og útvarpa því hvað er raunverulega gerast, og þau mættu gera það auknum mæli að mínum mati, en þau gera það ekki af því að þú veist, þar er eiginlega ennþá strangara heldur en í blaðamennskunni þessi svona hefðbundna viska, sko, þetta falska hlutleysi og máttu aldrei segja neitt sem styggir neitt af því að þá ertu raunverulega með ykkur skoðun þó hún sé kannski staðreyndabyggð En fagið þeim skilningi að það eru ákveðin vinnubrögð. Já, en það sem ég reyna að segja, sko, þú þarft að gæta sanngirni, þú þarft að heimildagildið, þú þarft að vera, það eru alls konar vinnureglur sem að nefnilega fólk út í bæ kann ekki og heldur það séu blaðamenn. Ég myndi segja að það væri blaðamennskan í rauninni, en svo er fjölmiðlun náttúrulega bara hún er alls konar. Svo blaðamennsku er náttúrulega líka víðar en þannig. Við erum þá kannski að tala blaðamennsku sem er stunduð inn í svona þroskuðum stofnunum ritstjórnar. En þú getur stundað blaðamennsku á þess að hafa ritstjórnina og þegar oft er að vera að tala stöðu fjölmiðla og svona þá tala ég allavega, tala illa fjölmiðlana því að mér finnst þau vera á rangri leið. En svo blaðamennskan er annað, það er þetta benda eins og þú þegar þú ert að fara yfir tilnefningar til blaðamannaverðlauna og sérðu sko að blaðamennskan er í höndunum á blaðamönnum og kannski engin af ritstjórnunum geti haldið utan blaðamennskuna og þannig hefur þetta reyndar alltaf verið. Því að alltaf var að tala um mig sem einhver gamla manni að þá var það náttúrulega þannig líka fyrir sko 40 árum og 50 árum að það sem var gert eitthvað sko svona merkilegt í blaðamennsku var yfirleitt verk bara örfára blaðamanna á meðan að meiri hluti fjölmiðla var eiginlega bara í svona þöggun. Þú veist það bara þöggun að tala síður við konur, það er svona þöggun að því að fjalla ekki sko samkynhneigðra eða ofbeldi gagnvart konum og þú veist, hvað heitir myndinu sem að gerist í Boston Globe, mér finnst hún nefnilega náðu svo vel sem að margir hafa séð. Spotlight. Já, Spotlight, það sem er rannsóknardeildin og maður gæti haldið það þegar maður horfir á myndinu að þeir væru hetjurnar. Fjölmiðlarnir. En myndin er raunverulega það að hetjurnar voru náttúrulega fórnarlömbi sem að hófu baráttuna og Boston Globe og allir fjölmiðlarnir voru að þagga þetta niður í 30
ár þangað til að allt í einu fyrir einhverja slistni opnar gátt og þetta fer út þannig að þarna sjáum við í þessari mynd sjáum við annars vegar blaðamennina sem eru svona hetjur sem eru innan í kerfi sem til í valdinu og það hvernig fjölmiðlar virka raunverulega í okkar hluta sem að þagga og niður þá sem að gagnrýna standa aftur að breytingum á samfélaginu og þjóna valdinu og það eru fjölmiðlarnir það er þótt að við tölum stundum að við séum næstu eins og einhverja heila verur með lykla samfélaginu og leita sannleikanum þá höfum við alltaf starfað inn í kerfi sem hluti af valdakerfinu. Og líka misbeiting fjölmiðla mjög áhugavert subject. Þú varst að skrifa það núna eftir þú sást Vigdísar þættina að þinn skilningur væri sá að þarna hefði bara einhver klíka innmúra vondikallin í þáttunum bara bakherbyggin ofar í götunni það ekki, blaðamaðurinn sem að ljú upp á hana og valdakallanir í bakherbygginu sem að grafa undan henni af því að hún að komast inn í eitthvað partí sem að þeir eiga þarna eru fjölmiðlar notaðir grímulaust í pólitískum tilgangi ekki sá sem ræður til þess að grafa undan breytingum til þess að grafa undan kvenfrelsi til þess að kallarnir sem öllu ráða haldi ein forréttindum áfram. Og til þess að segja þér að þú skalt ekki halda það að þú hafi farið í Keflavíkurgöngu 1963 og getið boðið fram til forstað 1980. 1980. Þú skalt ekki halda það. Það bara þannig að þeir sem að ögra okkur að þeir hafa ekkert svigrúm eða ekki sama svigrúm og við hinn í þessu samfélagi. Og þetta held ég að virki ennþá. Ég heldur bara að það snerta á þessu þetta með ritlistina og fyrir ekki að greið fram í fyrir. Nei, allt góð. Ég bara sem unga barni í herberginu, sem nýgræðingurinn. Það svolítið tekið á móti nýgræðingum í blaðamannastéttinni með svona þessum faglegu kröfum sem eru margar réttmætar og bara raunni, nauðþurft eins og heimildavinna og allt þetta. Objectivity, en það þessi að vera objective versus neutral. Þetta alltaf þessi munur sem að mér finnst alltaf ganga svolítið illa. Þetta falska hlutleysi, það að vera hlutlaus í eitthvað svona dygði í sjálfu sér. En hugtökið fagleg hlutlægni, hvernig líst þér á það? Já, en það svona hlutir eru sagðir upp átt en þeir eru sjaldan iðkaðir. Og ég kannski bara það sem ég átti við með þessu ritlistina það svolítið tekið á móti nýgræðingum í fjölmiðlastéttinni með svona þessu attitúti að þú eigir að skrifa eins og fréttaritarinn í Róm en ekki eins og Heródótur sem mjög svona mjög skrautlegar lýsingar á hlutunum stundum. Þannig að ég bara svona dæmi eins og ef ég að tala eitthvað eins og ég að skrifa greinum Trump eða orðræðinu í Trump eða eitthvað þá myndi ég skrifa þetta ískyggileg þróun en ritstjórinn myndi sem vera ekki segja ískyggileg, segðu þróun. En við getum alveg sammælst það sem samfélag að þetta sé ískyggileg þróun ef við erum sammála einhver grundvallar gildi eins og bara lýðræði, frjálsræði, hati ekki fólk og eitthvað svona, koma fram með fólk af virðingu. Auka lýsingar og þau svona, nei, ekki gera það. En þau kannski gera textan læsilegri, gera hann skemmtilegri, en líka hafa aukið sannleiksgildi. En við öll að þykjast að vera fræðimæðurinn í fílabeinsstauninum sem hefur aldrei neinar og mögulega skoðanir á nokkurum sköpum hlut þó að eins og það sem ég hef verið mikið í akademíinu í námi hér og erlendis að allir kennarar, allir prófessorar hafa bullandi mikla skoðanir á hlutunum en þeir mála sig alltaf sem einhverja hlutleysa fræðimenn en ég var í áfanga í Edinborgar háskóla sem var prófessorinn bullandi aðdáandi Churchill og bara svona öfga íhaldsmaður og bara mjög skemmtilegur prófessor en svo þetta falska hlutleysi út af við talandi bara, ég læriði Jóhannesi Hólmstein í Háskóla Íslands og hann var bara, að messi við okkur sínum nýfrjálshyggju áróðri og Stefán Ólafsson var líka prófessor og hann var með sinn sósíalíska undirtóna í því sem hann sagði þannig að þetta allt svona á yfirborðinu á eitthvað að vera hlutlaust en reyndin allt önnur. Þannig að var það góður dagur þegar þú bæði fékkst fyrirlestur frá Stefán Ólafs og Hannes og Hólmstein? Það miklu skemmtilega því að mjög margir prófessorar eru svona að reyna að halda í þetta hlutleysi og þeir eru bara mjög leiðilegir. Þurrir og leiðilegir fyrirlesarar. Ég er alveg kjarnaelementinu. Það var skemmtilegra. Við erum alltaf að leita að því, ég hef prófað í lífinu að hafa gaman og ég hef líka prófað að hafa leiðilegt. Það skemmtilegra að hafa gaman. Já. Kemur í ljós. Kemur í ljós. Ég kannski bara segja að það þarf ekki endilega að vera síðra að gæðum.
eða að sannleiksgildi. Ég maður koma inn í þetta því að þú varst að tala um að skemmtiefni og fréttir. Já. Fréttir eru langbesta skemmtiefni sem hægt að búa til. Þeir sem hafa skrifað fréttir að það bara sperrast öll eyru og þú veist og þetta er bara mesta þetta er besta efni sem er. Flýgur hraðar en allt annað. Já, en einhverju leyti held ég að þú veist það er út af kannski varnarbaráttunni og öllu þessu að þá er svona fréttirnar ofta það fram sem svona frekar leiðilegar. En svo að þeir sem að fara með fréttirnar áskilji sér ekki svona réttin á því að segja þær á skemmtilegan hátt. Draga fram ólíkt samhengi, gera eitthvað öðruvísi og ég hef setið kannski ekki örugglega ritstjórnarfundi. Og það er það er alltaf svona gegnumgangandi að maður reynir að segja stundum að það sem að lesandinn er helst að biðja segja, komdu mér óvart. Einmitt. En þá hugsa maður að horfir á kvöldfréttir RÚV að þú ert að tala um RÚV. Er engin vilji til þess að koma hana óvart? Fáðu mig til að glenna upp augun, fáðu mig til að sperra ég vissum að við getum bara farið með fréttatímann í kvöld. Af því hann er bara ægilega alltaf alveg eins, það er sami tónnin, sami blærinn, sömu áherslunar, sömu viðmælendunir. Ótrúlega metnaðarleysi. Já, ég veit ekki hvað þetta er. Kannski halda þetta sé metnaður að svona eigi fréttirnar vera vegna þess að þeir eru sannarlega ekkert smartland. Þeir eru að koma í veg fyrir átök og að þau séu skömmuð. Það er það sem hefur komið út úr því að öflin skamma náttúrulega alla fjölmiðlastéttina. Þetta er ákveðið fas. Ég sammála þessu, þetta er við þekkjum öll hvað fréttamanns fasið er, þetta er sama á CNN eins og á RÚV, það er í fréttum kvöldsins bara, það talar enginn svona í alvörunni. Við erum að tala hér eins og við tölum í alvörunni, við erum ekkert ég er ekkert að reyna að fegra það eða ég slett á ensku og segi bara eitthvað sem þetta í hug. En ég get samt alveg verið að fara með sömu staðreyndir og þarna kannski hrífur podcast heimurinn og þarna hrífa samfélagsmiðlar og grafa undan fjölmiðlastéttinni kannski. Það er oft talað með öðrum hættu og líkar því sem fólk er almennt. Því það er svo margt munið ekki eftir svona Kastljósni, ég veit ekki hvort það sé þannig ennþá, þegar Helgi og Sigmar voru með það sem voru svona hneggjandi fólk. Ég sagði, hvar talar fólk svona? Það er í yfirstu í lögreglunni ef þú ert handtekinn grunar stórkostlegan glæp. Og af hverju erum við þá að búa með svo margt eftir í fjölmiðlunum sem man kannski verður að endurfæða inn í nýjan tíma. Og þetta er sama með stjórnmálamennina þegar þeir eru tengið við Trump, ég menna hvað er það sem hrífur, það er fasið hans, hann er bara svona, hann talar eins og vitleysingur, en það hrífur einfallega því að fólk eru svo leitt á þessum róbótum, á þessum vélmenna stjórnmálamönnum sem tala alltaf eftir ykkur handriti, ekki færir að vera mennskir, hafa ekki húmor, eru bara svona styrð vélmenni. Kemur allir eitt sem hugsar upp átt og allir verður glaðir. Tíminn er nánast þrotinn hjá okkur, en ein svona spurning sem vil fá að rúlla til ykkar fjögura. Við erum með ríkisstjórn, hún er nýkomin af stað. Það eru eiginlega engir fjölmiðlar sem að styðja þessa ríkisstjórn. Mun hún eiga erfiðar uppdráttar en til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn þegar hann er í ríkisstjórn og nýtur baklandsins frá Morgunblaðinu. Mun hún eiga erfiðar uppdráttar heldur en aðrar samsetningar bara út af þessu? Ég held að stjórnarandstaðan er þá í þessari lýsingu er þá með sína fjölmiðla. Sjálfstæðisflokkurinn mun herja á ríkisstjórnina í gegnum Morgunblaðið. Við sjáum svona ákveðið aggressívan tón núna sem að hefur ég veit ekki með þessu hluti svo RÚV er svo skrítið RÚV er í mínum huga bara svona establishmentið og hver skiptir í establishmentinu ræður svolítið línunni ekki bókstaflega en það er svona eitthvað sem seitlar niður á við það er eitthvað svona skrítin svona skrifræðis stíf mennska þar það er fyrirverandi lögreglustjóri sem er sjálfstæðismaður sem er útvarpsstjóri sem er bara fullkomlega fáránlegt fyrirbæri það er ekki faglega ráðinn fjölmiðlamaður skilur við hann ætlaði í frambúð fyrir Sjálfstæðisflokkinn fyrsta sætið ætlaði hann að taka í Norðausturkjördæmi í síðustu kosningu það er ekki það að segja að fólki á gólfinu hafi ekki frelsi til að segja það sem það vill ég er ekki að segja það en það verður ákveðin stofnana kúltúr bara, í gegnum áratugin þessi seitla niður og þetta er bara engin auka lýsingur ekki vera of aggressív við erum máluð upp sem flokkslínu hér eða þar þannig að ég held að RÚV verði þessar ríkisstjórn bara svona eitthvað svona passíft ekki neitt bæði með aðhald, raunulegt aðhald og sýnist þér að sé harðar aðeins sótt núna þessar fyrstu vikur heldur en nei, það er líka ekkert komið almennilegt út eina sem verður sótt hart er Inga því hún er alltaf að svíkja lóðunum sín en það er en það er samt bara svona, virkir athugasendum sem eru bara að tuða kannski réttilega en
það hefur ekki komin eitt halbært fram en þá, þannig að það hefur ekki alveg reynt á það en þá, myndi ég segja. Ég er ekki vissum að sé alltaf betra að hafa með sér einhvern fjölmiðil, bara alls ekki. Sérstaklega þegar þú ert orðin svona ráðandi eins og Sjálfstæðisflokkurinn, þá upplýður þetta sem einhverja valdaklík og blokk og þú upplýðir ákveðin svona spillingu í kringum það ef þú ert svo með einhvern fjölmiðil með þér og sjá bara hvernig þið tala sjávarútveginn og að hann skulle eiga moggana, það þykir bara alls ekki gott. Þannig að það þarf ekki að vera að það sé að stjórnmálaflokkur þurfa að hafa með sér miðil, alls ekki, en ég held bara í þessu og líka að ef að fólk upplifir að þessi verða að ráðast á eitthvað bara eins og sem upplifa núna að þessi verða að ráðast að moggin ráðast á dag og eitthvað svona þá líka kemur upp einhver svona varnarviðbrögð. Já, sem að hefur sín áhrif líka, þannig að og fjölmiðlar, að því við erum búin að tala alls konar og tala hvernig RÚV er að standa sig og allt þetta, að þá eru fjölmiðlar fyrst og fremst reknir áfram af tilfinningum. Þú veist, þú þarft að segja tilfinningar ykkar sögur, þú þarft að segja fréttinnar út frá fólki og þú þarft að útskýra þetta leið og þetta verður stofnanakennt, missir fólk að áhuga. Og þannig að í þessu með það hvort að stjórnvöld, ef það verða einhverja svona árásir og fólk upplifir það ósanngjarnt, að þá vinnur það kannski frekar með þeim en gegn þeim. En svo er Ríkisútvarpið rekið áfram að peningun líka sem aðri miðlar hafa ekki, meðal annars vegna stöðu RÚV á auglýsingamarkaði og alls konar aðriða. Tekjurnar jökust náttúrulega bara í auglýsingateki RÚV jökust milli ára núna sem er náttúrulega ótrúlega, sem er nákvæmlega þess að þú útlistaði með mokkan áðan að þú veist það bara þarna er mestimassin þó, þannig að þeir eru þarna og kannski þykir bara ekki alveg nógu vænt peningarna sína til þess að gera meira en maður getur rétt ímynda sér á þeim fjölmiðlum sem maður hefur unnið á í gegnum tíðina þeir fengur 6 milljarða hvað þeir myndi gera, veist, en það er kannski bara og þá eru ótaldir 2 milljarðir í auglýsingatekjur eitthvað slags. En Guðmundur, myndir þið hjá Viðreisn, verðið þið með eitthvað eigin útvarpsstöð eða blogg eða eitthvað, þú veist blogg fyrir ekki, ég ætla að segja podcast, verðið þið með eitthvað svona sérstakar rödd Viðreisnar núna á kjörtíðanbílinu? Okkar eigin fjölmiðil? Já, ykkar eigin fjölmiðil? Nei, eins og sumir eru með? Engin áform upp það. Ég er náttúrulega bara svo það sem sagt, náttúrulega þeir úrst að spyrja hvort að sé spjótin standi eitthvað meira þessari nýju ríkisstjórnar. En þeim fyrri, ég upplifið ekki þannig. Ég er náttúrulega ekki hlutlaus, talandi hlutleysi, ég er náttúrulega starfsmaður Alþingis en pólitískt að vinna fyrir einn af þessum 3 stjórnarflokkum og var svo sem baku tjöldin bæði í kosningabaráttunni og eins líka í stjórnarmyndunarviðræðunum. Ég held að það sem að skiptir mig meira máli akkurat núna er að þessi stjórn er algjörlega óháð þessum svona klassísku sérhagsmunaöflum í íslensku samfélagi sem að ráði hérna allt og lengi. Já. Og það er óbúslega frelsandi, finnur maður, fyrir alla verkferla, fyrir vinnu inn í ráðuneytum og fyrir það sem við erum að reyna að áorka og það sem við erum að reyna að leggja vinnu í, þegar það er ekki, og ég get bara sagt ykkur það hér, að þessi valdamiklu hagsmunaöfl í íslensku samfélagi, þau vita ekki alveg í hvort fótinn þau eiga að stíga akkurat núna. Þau eru ekki með þessa beinu heitu línu inn á ríkisstjórnarborðið sem þau hafa haft allt og lengi. Já, samsetning ríkisstjórnarinnar er þannig að þau veit ekki hvað. En mér langar til að benda líka á eitt í þessu. Ég held að það er alltaf þessi hveitibrauðsdagar þegar ný stjórn tekur við og við erum í þeim núna. Þing er ekki komið saman, fólk vill sjá hvað ætlið þið að gera, hvernig munið þið í rauninni þegar það fer virkilega að reyna á, þegar fyrstu svona frumvörpi fara að koma fram og þegar það fer að sjást í rauninni betur á spilin, að þá held ég svona að þá vill þessi ríkisstjórn ekkert annað heldur en virt sterkt aðhald, ekki bara fjölmiðla heldur líka bara almennings í gegnum alla miðla og fjölmiðla munu gera það við þessa ríkisstjórn eins og allar aðrar en vandamálið er að þeir mættu vera burðugri og öflugri og fleiri blaðamenn til þess að stunda þetta virka nauðsynlega aðhald líka fyrir okkur til þess að halda okkur við efnið. Það er mjög mikilvægt. En að því vorum að tala um líka og setja þetta í svona speilin á Trump og annað, ef við hugsið bara núna síðustu kosningabaráttu og hvernig hún svona, því að maður var þarna mjög djúpt í þessu sem er náttúrulega ekkert annað en mismunandi flokkar að stunda áróður. Ef þið greinið það niður, það er bara verið að sannfara fólk ákveðin boðskap. Þeir sem ná í gegnum hávaðan og það sem að virka því að nú erum við líka komin á þann stað að við erum að fara að greina þessi gögn og hvernig
samfélagsmiðlarnir virka fyrir okkur. Það var ekki peningarnir sem voru settir á bakvið póstana sem við settum á samfélagsmiðlana sem að gerðu það að verkum að það sem við vorum að setja inn fór fyrir augun á flestum. Það var skemmtanagildið. Nú er ég uppljóstur hérna ákveðnu leyndamáli og talandi sko, þú færð meira fyrir peningin ef að þú náðir að organíst að búa til eitthvað svona blöndu af upplýsingum, áróðri, þetta ætlum við að gera en setja það fram á eitthvað skemmtilegan hátt. Og talandi Trump og hvað virkar og af hverju hann fer í alla fjölmiðla þegar hann opnar á sig munnin vegna þess að hann gerir það óhefbundið, vegna þess að hann gerir það ekki eins og við búumst við, hann fær eitthvað til að sperra eyrun, opna augun. Sjáu því núna stjórnmálamannin sem er allt í einu komin með allt sem að enginn hélt að hann myndi nokkuð tíman fá. Ingu Sæland. Hún hefur líka þetta element, ef við hugsaðum það. Hún er óhefbundin, hún segir hlutina óheflað, en hún fær fólk til að sperra eyrun. Hún fær fólk til að glenna upp augun. Og hún segir stundum hluti sem að okkur finnst að stjórnmálamenn eigi ekki að segja. En er það ekki bara allt í lagi? En hún hefur ekki alveg sem við völd og Trump. Ekki sem við völd og Trump, reyndar, en Þetta er einn módel sem virkar. Skemmtanagildið, óhefbundna, fasið, framkoma. Það eina sem ég er að segja, nú er ég öðrum stjórnmálaflokki en hún, en ég er meirihluta með henni, að hún virðist með sinni nálgun ná í gegnum ákveðin hávaða til ákveðins hóp sem að upplifir sig ekki hluta af því sem að við horfum á sem svona við fólkið. Já, ég held að sé kannski ekki nákvæmlega hvernig hún segir það. Ég held að sé vegna að hún talar út frá hjartanu. Já. En ekki út frá haus. Ef þú hugsar of mikið og setur fram hugsanirnar mjög bara beinskipt og búin að ákveða hvað áhrif er að hafa annað. Og þá finnur fólk það. Fólk finnur þegar það verið að leika á það. En ef þú tala með hjartanu og segir það sem þú finnst og einlægt, að þá virkar það. Ég ætla ekki að yfirfæra þetta á Trump. Ég þarf að hugsa það kannski að spila. Nei, en þetta er líka, þú veist, að taka þá ákvörðun, að því að til dæmis í kosningabaráttunni sem að við ákváðum að reka í Viðreisn, við ákváðum, bara ákvörðun sem hún tekur, að við ætlum að reka skemmtilega kosningabaráttu. Við ætlum ekki að fara í eitthvað kapplaup eða stríð við aðra flokka sem að byrja með sinn svona hefðbundna hræðsluáróður, við ætlum ekki að mæta því. Við ætlum að hafa gaman að þessari kosningabaráttu og við ætlum að keyra hana áfram af þessari skemmtilegu orku. Og það virkar vegna þess að fólk kann að meta það. Og fjölmiðill ætti að hafa þetta í huga, segir þau. Bara allir. Eitthvað, ég veit ekki eins og hvert ég er að fara með þetta, en svona að því við erum að tala um þetta hérna, þá held ég að við þurfum einhvern veginn að feta eitthvað blöndu þar sem að fólk upplifir að það sé verið að koma því á óvart. Vegna þeirra hörðu athygli sem að, hörðu samkeppni sem er athygli okkar, meðal annars kannski. Vilt þú slá botnin í þessu umræðu? Nei, þú spyrir hvort að ríkisstjórnin myndi fá svona aðra taktiríku, Ég held að Mogginn og Viðskiptablaðið og þessi svona hörðu hægri blöð gefið svolítið tónin og hafi áhrif á síðan Ríkisútvarpið. Ég held líka að því vorum að tala um svona podcast og ef þið skoðið skúrvala podcastum að því að allt kostar eitthvað og þau sem eru verða til og lifa eru oft þau sem eru studd af einhverjum peningaköllum. Þau bara hlustu á hverjir að auglýsa á podcastu sem eru að útvarpa mjög hægri í sinni skoðunum, að það mun líka hafa áhrif. Þannig ég held að þessi ríkisstjórn muni fá svolítið öðruvísi sess þegar framlíða stundir og það verði svona ekki alveg sama svona ráðherrann í settinu eins og hefur verið þegar valdaflokkarnir eru við völd. Ég held að það er bara samfélagið sem við lifum í. Þetta er svona þessi ríkisstjórn aðeins á skjön við valdaflokkarnir og ég held að við munum bara finna það. Einmitt. Búið að vera mjög gaman að spjalla við ykkur. Ég veit að sum ykkar þurfið að rjúka á fundi og við erum aðeins búin að svindla meira þess á tímanum en Jón Ferdinand, Gunnhildur Guðmundur og Gunnar Smári, kæra þakki fyrir komuna. Það væri kannski bara hugmynd að vera með umræðu fjölmiðlun og fréttamennsku einu sinni í viku, kannski bara hrindum við því af stað núna á samstöðinni, bara þakka fundið það Smári, þetta var svo gaman. En sá fræjum, heyrður það? Hann er hugsuð. En ykkur áhorfendur góðir, þakka ég samfylgdina og þið hlustendur einnig, takk fyrir að vera með okkur. Við förum í aðra sálma nú við rauða borðið, ekki fara langt.
Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.